Herri, seinasta sem ég ætla að gera í dag í raun að fara aðeins yfir það sem tengt verkefni 10 og svo segjum við bara gott í bíl í dag nema þið hafa eitthvað spurningar þá verð ég hérna áfram smá stund. En við getum hugsað verkefni 10 eins og verkefni 1 nema eftir að við erum búin að læra fullt af dóti. Að því leyti að við ætlum núna að nota bara mjög nýtískulegt tól sem að losa okkur undan öllu þessu handavinnu brasi sem þið eru búin að vera að gera, eitthvað bildskref, þú veist, láta þetta allt virka og bara þetta er tól sem taka allt þetta og bara eitthvað svona felaða baka, bara eitthvað svona, hér er tól og það gerir þetta allt fyrir ykkur. Ok, nice. En, þú veist, þannig að þið fáið ekki sömu upplifun að því að nota það eftir að hafa gengið þessa þrautagöngu í gegnum eyðimörkina sem var að vinna þessi verkefni. Þannig að núna hafið þið miklu, já, nú bræðast vatnið betur eftir að hafa gengið í gegnum eyðimörkina, eitthvað. En það leyfir okkur og byrjum bara því dæmi. Og það tól heitir Vít, sem er hratt á frönsku. Það er hérna og það segir Instant Server Start. Þannig að þetta segir Instant On-Demand File Serving over Native ISM, ECMAScript Modules, eins og við vorum að nota með Script Type Modules, No Bundling Required, Lightning Fast HMR eða Hot Module Replacement, Out of the Box Support for TypeScript JSX, sem er ekki sem við gerum hér, en við gerum í Webfrontend 2, CSS, þar með talið SAS, Optimized Build, þannig að í námsefninu förum við að sé verið hvernig rollup virkar, en rollup er svona bundler sem tekur fullt af JavaScripti og setur það saman í einn JavaScript bundle, eins og við vorum að gera með SAS-ið okkar, tókum fullt af SAS-grám, settum það saman í eina CSS bundle, plugin kerfi og flexible API with full TypeScript typing, þannig að við getum í raun forritað á móti tólinu. Þannig við ætlum aðalega að hugsa þessa hérna 3 efri parta og með þessu ætlum við svolítið að endurgera bara verkefni 1 að því leyti að þið ætlum að sækja þetta tól, nota þetta tól, taka smá svona, bæta við ykkur smá API svona feeling, bara þess að sína hvað þið eru búin hvað er þetta að gera og setja þetta yfir á Netlify. Ok, þannig ef við förum hérna í Get Started, þá er þetta í raun bara skjölun á tólinu og þetta er svolítið sem maður fer að gera núna þegar maður er farin að veit á hver allt þetta byggist, að þá fyrir maður að nota tól sem spara manni tíma, sem að gera, þú veist, fullt af hlutum fyrir mann, að maður vil alltaf reyna að eyða eins mikið af tímanum sem maður er að forrita í að vera að forrita eitthvað skemmtilegt. Ekki eyða 80% af tímanum í það að búa til eitthvað bildkerfi sjálf eða eitthvað svona. Nema okkur finnst það skemmtilegt, það er alveg fólk sem finnst það skemmtilegt, til dæmis þeir sem bjuggu til Vít. En þá getum við keyrt þetta hérna, npm create. Create er fall sem er í boði á npm, bara eftir við erum með uppsett, sem sækir það bara Vít-pakkan og keyrir eitthvað svona skilgreint create, sem er það bara eitthvað svona eins og npm init, nema bara fyrir eitthvað ákveðið tól. Þannig að við förum bara í terminal og förum á desktop bara hérna og við gerum npm create Vít at latest. Ok, þá segir hún, ég þarf að installa hérna create Vít og ég segja yes. Og þetta er bara Vít project og þá sjáum við hérna að við fáum eitthvað svona möguleika eitthvað og Vanilla er það sem við ætlum að nota af því að Vanilla JavaScript er í raun bara eins og við erum búin að skrifa. Það er JavaScript án allra auka svona hjálpartækja ofan á þetta. En Vue, React, Preact, Lit, Svelte og svo einhver önnur hérna, þetta er allt framework sem að leyfa okkur í raun að búa til JavaScript forrit með einhverju svona struktúr. Þannig í staðinn fyrir það núna við erum búin að vera eitthvað svona á ég að kalla þetta fall þetta eða hitt? Á ég að búa til HTML-mitt hér eða þarna? Hvað ætti ég að kalla þetta fall? Ætti ég að kalla þetta lib eða eitthvað svona? Allt þetta hérna, frameworkin, eru búin að skilgreina fyrir okkur svona á þetta að vera gert. Og ef við farið í Webfrontend 2, þá erum við notum við React og Preact er eins og React nema það er nota sama API en er ekki frá Facebook. Lit notar Web Components sem er staðlaði parturinn til þess að búa til svona verkefni, svo þetta staðla bara W3C. Svelte er síðan annað svona framework sem er með mjög
svona öðruvísi syntax en mjög skemmtilegt og ef að það verður komin í 1.0 áður en við förum í Webfortran 2 þá ætlum við að skoða það betur þar og svo til gomma af svona JavaScript frameworkum. Allavega, við ætlum að nota Vanilla og TypeScript í raun JavaScript superset það að segja, allt JavaScript löglegt TypeScript, ekki allt TypeScript löglegt JavaScript sem bæti við, eins og nafnið gefur til kynna, types. Þannig að við getum í raun skilgreint það að við ætlum að vera að vinna með strengi eða tölur eða föll og svo framvegis. En það líka eitthvað sem við skoðum í Webfortran 2, við ætlum bara að nota JavaScript og núna skaffoldaðan projecti fyrir okkur. Núna förum við inn í Vite project, opnum það í Visual Studio Code. Yes, þá sjáum við erum komin með einhverja hluti hérna. Í staðinn fyrir að byrja með eitthvað, sem að ég gef ykkur eitthvað svoleiðis, þá var þetta tól núna að skaffolda, að búa til stillansana fyrir projektið okkar. Og þau sögðu okkur líka þarna að keyra npm install og svo npm run dev. Þannig sjáum við þetta dev sem ég hef búin að nota, þetta svona de facto staðal. Ef við erum að keyra eitthvað development, þá heitir það yfirleitt eitthvað dev. Ef við erum að keyra eitthvað sem heitir build, þá heitir það yfirleitt build. Ok, nú getum við keyrt npm run dev og þá sjáum við núna að Vite keyrir og segir okkur hérna og við komum hér og hérna eitthvað count, eitthvað svona, þannig að við erum að keyra eitthvað forrit og ef við förum, wow, þetta mikið, hendum bara hérna einhver niður að þessu, nei, getum lokað þessu bara og þessu. Þá ef við förum hérna og skoðum HTML-ið okkar, þá þetta bara mjög kunnulegt allt saman. Við erum með eitthvað div id app, við erum með script type module sem vísar í main.js. Þar inni erum við með eitthvað hérna sem importar einhverju frá counter.js. Það importar einhverju svg-skrá. Þetta einn hlutur sem að Vite gerir fyrir okkur og önnur svona framework leyfir okkur að vísa í myndir og importa þeim. Þetta virkar ekki í JavaScript út af því að það vantar einhverju leið til að segja hvað á að gera við þetta svg. Þannig að þetta fær þetta JavaScript og getur notað það sem breytu og getur þá sett hérna image source JavaScript logo. Svo keyrir eitthvað hérna, setup counter og þá sjáum við það þessu counter.js og það eitthvað hérna sem segir counter = 0, set counter og það geymir einhverju stöðu í þessari counter breytu hér og býr til add event listener sem að uppfæra hana með því að segja counter plus 1. Svo getur ég farið hérna og sagt bara eitthvað svona og þá uppfærist þetta, hann kannski betra að ég hef uppfært eitthvað sem stærra hérna og þá fæ ég þetta reload og ég get hent út dóti og ég get gert það sem ég vil. Þannig að þetta í raun að gera það sama og við erum búin að vera að gera nema nú þetta bara að pakka saman í tól sem bætir þessu við. Þannig að verkefnið í raun að setja þetta upp, bæta við linterunum, stylint og ESLint, keyra þá, þeim með í raun ákveða hvaða reglur þið eru með, bara þú veist að þið setja það upp og deploya þessu á Netlify og þá spyrjið þið, hvað með buildið? Búm, þetta eina sem þið þurfa að keyra, ekkert meira vesen, það bara ein svona skilur og þetta bara virkar. Þannig ef ég keyri þetta þá keyri eitthvað og við fáum hérna einhverja möppu sem heitir dist og þá ætti að vita hvað þetta að gera á hann á Netlify og þá sjáum við inn í því erum við með eitthvað hérna þá sjáum við að það er búið að taka JavaScript okkar og svona kompressa það saman í eina JavaScript skrá CSS okkar yfir í eina CSS skrá já, og uglifæja það. Taka og fjarlæga öll auka komment, allt auka whitespace og skilja eftir bara nákvæmlega það minnsta sem við þurfum. Það er raun á að vera kostur fyrir það að sækja þetta síðan af því að við viljum ekki skrifa einhverja ritgerð eitthvað komment sem er bara eitthvað 10 kilobæt af ég að útskýra eitthvað af hverju ég að gera eitthvað. Það má alveg henda því út, geymið það bara í sortkóðunum. Þurfi ekki allir sem að sækja dótið okkar að lesa það sem að hjálpa okkur þá vonandi við að láta vefinn okkar vera hraðari. Þannig að þetta ætti þá að
bara virka á Netlify, bara með því að segja npm run build sem build og segja dist sem dist folderinn, þá ætti bara að koma. Og svo seinasta sem ég ætla að gera er í raun að velja ykkur eitthvað af, maður sjá, hvað var það? Þetta er ekki rétt. Svona. Eitthvað svona HTML API, Web API og bæta því við. Og þá, þú veist, takið það og þið getið afverið þetta dæmi til þess að byrja með, en þú veist, setið smá twist, ykkar twist á það. Ok. Hljómar þetta ekki bara skemmtilega? Mátt eitthvað svona nútímilegt tól sem að spara ykkur mörg skref. Hvernig þá eitthvað okkar twist? Ég skal sýna aðeins á eftir. Ég bara, en þið svo sem skoðið bara þetta og heyriði mér í næstu viku ef það er eitthvað óljóst. En þannig er það líka, sko, ef þið lendið ykkur vandræðum, þá getið þið sagt with build does not work. Og þú veist, þá er það að nota eitthvað tól og þá getið þið, þú veist, fundið fólk sem er að lenda í einhverju, þannig að þið getið í googlað einhverjar lausnir. Ok, þannig að þetta er vít. Þá ætla ég að taka hérna. Nei, gerum bara go live. Og þess að við tókum á hann, þetta Web API fyrir history, það er dæmi þetta. Eitthvað sem kemur með þessu sem var oft kallað HTML5 eða var þegar að, þú veist, vafrarnir byrjuðu, þú veist, að bæta við fullt af nýjum hlutum sem eru meira, þú veist, ekki bara eitthvað að vinna með DOM-elementi eitthvað svona, heldur, þú veist, bæta við einhverju sem að, þú veist, skemmtilegt. Þá sjáum við hérna barcode detection API. Þá er hérna, þetta er experimental. Þetta leyfir okkur þá að nota, ef við erum í vafra og við erum með aðgang að myndavél, til dæmis í síma, að við getum nota það til þess að skanna barkóða til þess að fá upplýsingar úr barkóðunum. Eða nota úr vafra og í vef-prótíunum okkar tengjast Bluetooth API-um. Þannig að við getum nota í raun búið til vef, eitthvað sem að getur tengst við, þú veist, ég veit ekki, eitthvað API í þú veist, einhverjum Bluetooth-tækjum, ég man ekki neitt, þú veist, þessu hérna, hvað heitir, úrin, þú veist, ég veit ekki, þau eru reynda það læst að við getum ekki tengst þeim, en þú veist, það er tilfullt af svona open source þar sem einhver er búinn að vera að brasa eitthvað. Eða við varum að búið til okkar eigin hérna Bluetooth sem að tengist við hérna Raspberry Pi og getur gert eitthvað, við getum þá búið til vefviðmót sem við getum notað til að tengjast við símanum okkar. Og við þurfum ekki neitt annað. Þú veist, síminn okkar getur tala Bluetooth. Battery API. Ef ég er aftur, ég er á síma, síminn er, þú veist, ég get spurt, má ég spyrja hvað batterið þetta er og ef að batterið er undir 20% þá ætla ég ekki að birta neina myndir eða spila neina vídeo af því ég vil ekki að batterið klárist. Þú veist, ég get svona verið fylgst með því hvað er að gerast. Background tasks, ég get látið eitthvað keyra í bakgrunnum, þannig að þó ég sé búinn að slökkva á símanum, þá get ég verið með eitthvað sem keyrir á meðan. Eitthvað hérna CSS, ég get talað við clipboardið, ég get notað Canvas sem er leið til þess að teikna sér svona tvíviða teikningar eða þríviða teikningar. Encrypted Media Extensions, þetta var rosalega mikið þrætu eplið innan W3C, að það sem að þetta gerir er að leyfa stórum aðilum eins og Netflix eða Amazon að senda okkur encryptað efni með þessu proprietary algoritmum. Þannig að, þú veist, Netflix sagði bara á þessi stóru sögðu, þú veist, við munum aldrei láta okkar plattform að virka í vafra nema við megum í raun vera með sannarlega hérna svona læsingu á efninu okkar. Þannig að fólk geti ekki bara downloada öllum seríunum með það að horfa á þau á netflix.com. Fullscreen, lega að setja vafran í fullscreen. Fetch, við erum búin að skoða. File API, við getum í gegnum vefforrit opnað skrár eða vistað skrár á tölvunni hjá notandanum. Og jafnvel inn í bara fælsystemið sjálf, bara verið að möndla með það sem er að gerast. Náttúrulega eftir að það kom inn leyfi frá notandanum. Gamepad tengjast við, þú veist, PlayStation eða Xbox fjärstýringar, þess að geta síðan nota það hugsanlega í fullscreen Canvas leiknum mínum
sem nota síðan Bluetooth til að gera eitthvað meira. Geolocation sem lefur okkur að finna í raun hvar eru við stödd í heiminum. History API eins og tölum við áðan, drag and drop, getur gert þannig, getur dregið hluti til á domminu, dregið hluti af tölvunni yfir í vafran. Þannig að ég geti upplótað með því að draga bara heilu möppuna og hún upplótast bara. IndexDB, svona SQL gagnagrunnur í vafranum, Intersection Observer, þetta leyfir það þegar við erum að skrolla niður síðu, segjum svo að núna þegar ég kem í M-ið, þá myndi ég vilja að allir þessir hlutir hérna myndi koma svona stakkar inn, þá get ég fylgst með því hversu langt, núna er ég 0% frá M-inu, nú er ég komin 25%, nú er ég komin 100%, nú vil ég þetta keyri. Intersection Observer leyfir okkur að fylgjast með því hversu langt við erum komin niður síðuna og keyra kóða þegar það gerist. Media Captain Streams, maður stæmi það eftir permissions, bara það að geta beðið leyfi til þess að geta gert alls konar hluti. Picture in picture, það kannski verið, ef þið eru með vafra, þau getur ítt á picture in picture, þá takið þið vídeóð út fyrir í vafranum, getið haldið áfram að vafra en myndir þetta til staðar. Þetta er bara innbyggt í staðlana. Og meira, það er bara að bætast við þetta, kannski ekki alveg hverju mánuði, en á hverju ári er að koma nýjir hlutir sem leyfa okkur að gera hluti í gegnum vef. Og þetta er það mikið að skoða þetta allt tekur bara langan tíma, þannig að velja ykkur einn af þessum hlutum, setja bara upp eitthvað dæmi og keyrið, eitthvað sem segir kannski í staðan fyrir að segja hello world og segir halló vefforritunarnir heimur og eitthvað, ég veit ekki. En ef við tökum dæmi sem að ég er með bara hérna, sem eru reyndar orðið svolítið gömul, en local storage er eitthvað sem við getum notað til þess að vista stöðu á milli í raun þess að ég slekka vafran og ég kem aftur. Segjum svo eins og við erum með í hópverkefni 2, ég get filtrað eitthvað, en segjum svo að við vildum bæta við það, ég vil líka geta sett inn, vista í mína viðburði. Þá get ég geymt það í local storage og þá get ég farið hérna í storage í vafranum, í local storage og þá sé ég hérna að núna er ég með einhver gögn hérna sem segja hello world. Og ef ég reloada síðunni, þá segir hún, hey, það er búið að vista í local storage hello world. Og þannig get ég bara vista eitthvað JSON og það getur bara verið eins flóki og ég vil. Upphældi ég að 5 megabætum, þannig að það getur að geyma mjög mikið af efni í þessu. Og núna er búið að fjarlægja þetta, en núna reloada ég og nú er búið að bæta þessu við aftur. Þannig að við getum notað þetta bara til að persista einhverjum gögnum og í raun láta fólk vita, eða ekki láta fólk vita, vista stöðu einhvers ákveðins aðila á milli þess sem við erum að nota vefforritið. Vídeó, ég get notað hérna, hérna er ég með, það er betur að gera þetta hérna. Hérna er ég með vídeó sem er ekki með í raun controls, en ég sé ekki neina leið til að íta play eða eitthvað svoleiðis, en ég get notað og fengið API sem leyfir mér í raun að spila vídeóið í gegnum kóða. Þannig að þegar eitthvað ákveðið gerist, þá vil ég að vídeóið spili. Þegar eitthvað annað gerist, þá að hætta. Og þá bara hérna, þegar ég íta takkan, þá byrjar að spila og svo vídeó pásu og þá pásar það. Workers, þegar við erum að keyra hluti sem að bara taka í eðlisinu langan tíma, eins og að reikna Fibonacci á hræðilegan máta, sem eru bara recursively að reikna Fibonacci og gera það upp í eitthvað að þá læsist vafrinn minn út af því að það er bara verið að reikna Fibonacci. En ef ég geri það með webworker, þá get ég sett í svona eins og nýjan þráð sem heitir bara webworker og ég get látið webworkerinn gera þetta. Og ég get látið webworkerinn gera ýmislegt. Ég get látið webworkerinn fetch eitthvað dót, ég get látið hann vinna úr einhverju niðurstöðum eins og þessu 5 megabæta skjali sem við fengum frá OpenAPI áðan. Webworkerinn geti krönsað það einhvern veginn og skila mér einhverjum niðurstöðum úr því. Og meðan geti verið að vinna áfram í hinu webforritinu. Þannig þetta er svona að láta megin þráðin ekki gera erfiðisvinnuna, heldur spinna þig í worker. Svo erum við kameru og þá núna, út af því að náttúrulega við viljum ekki vera með bara
vef sem ég fer inn á og þá bara byrja hann að taka upp í gegnum vídeóið mitt, þannig að það þetta Permissions API að geta beðið að fá leyfi til þess að fá sem sagt, kameruna og mikrofóninn og ef ég segi nei, þá fæ ég bara villu. Þannig að þetta var ekki leyft. Nú reyni ég aftur, þá leyfi ég þetta, þá kveiki hún á myndavélinni minni og kamerun og hérna byrjar að spila það sem ég að segja og þá get ég fyrir að vinna með þetta, eins og setja CSS ofan á þetta til þess að inverta litunum. Þetta bara bæti bara við invert filternum sem bara invertur öllu litum. Þú getur líka sagt hérna rotatum með þessu eitthvað 75 gráður. Og nú þarf ég, byrja á, eftir uppslunás, þannig að þetta svona kremur þetta allt saman eitthvað mjög skrítið. Svo erum við með location, þá erum við með eitthvað kort og núna, sama, ég vil ekki bara að ég opni einhvern vef og hann geti vita hvar ég þannig að þá þarf að biðja mig það. Og það er kannski búið að þjálfa ykkur í því að þið íti alltaf á blokk. Þegar yfirleitt þetta gert þannig að þú ferðir með einhvern vef og það er bara eitthvað svona ég ætla að fá að vita hvar þú ert, ég ætla bara að gera þetta að segja hver næsti pítsustafur. Í staðan fyrir að þetta sé tengt við það allir sýndu mér næsta pítsustaf og þá komið þetta sem að væri miklu snöðra þegar þá myndi ég vita hvað að gerast, þá kemur þetta ekki bara svona upp í andlitið á mér. En ég leyfi þetta og þá finnur hún hérna að ég einhvers staðar hér og þá fáum við bara tilbaka eitthvað geolocation hlut sem segir okkur að accuracy eru 40 metrar og miða við að við séum á þessum lat long hnitum. Og svo þetta timestamp, svo get ég haft þetta núna, fekk ég leyfi til þess að gera þetta og nú get ég pollað þetta á x sekundna fresti. Þannig að ég get til dæmis, ef ég með einhvern vef sem að vildi segja mér hvað næsta hoppjól eða eitthvað, það var ekki hopp app, heldur hoppvefur, þá getur hún uppfært hvar ég var og getur sem geymt alla punktana sem ég er búinn að fara og plottað leiðina sem ég er búinn að labba. Þannig að þetta eru dæmi, þau eru hérna, þá sjáum við eins og hérna er ég að nota async og await til þess að sækja þessi gögn, af því að það að fá þessi gögn og að teikna þau hérna á eitthvað leaflet kort er í raun í eðlisínu asynchronous. Það er asynchronous að biðja að vita hvar staðsetningin mín er, af því að það þarf í raun að sækja hana, fá leyfið og skila því tilbaka. Þannig að við það kallið þetta þá í raun, ég var reyndar að lífa okkur hérna. Þetta er gamalt API sem notar ekki promises, heldur notar callbacks, þannig að þetta hérna segir on success, þá keyrir það eitthvað og þá setjum við þetta og on error þá keyrir það eitthvað annað sem er að logga út vituna. Svo er canvas, þannig að þá get ég bara teiknað eitthvað. Hérna segir ég bara náðu í canvasið, sem er þá bara þetta HTML element. Náðu í 2D kontekstið, sem er teiknað 2 vítum. Og svo segir hún hérna, ég ætla að nota núna rauðan lit og ég ætla að búa til frá hniti 00 upp í hnit 500, ætla ég að búa til fylltan rektangul. Þannig að það er þessi hérna. Svo ætla ég að skipta yfir í bláan lit og ég ætla að búa til annan sem byrjar í 30-30 og er í 50-50. Þannig að það er þessi hérna gaur. Síðan ætla ég að búa til path og þá ætla ég að segja færðu þig á þetta hérna. Búðu til línu frá þeim punkti yfir á þennan punkt og svo inn á þennan punkt og fylltu svo upp í það. Þessi þið ég er bara búinn að teikna 2 og þá fer hún aftur á byrjunarstöðun og fyllir það og býr til hennar þríhyrning. Svo þá held ég reyndar þá erum við ekki búin að gera eitthvað við pathið, þá erum við bara með path sem að endar, þá held ég bara að það gerist ekki neitt. Þannig að við erum með hérna, bara teiknast ekki neitt af því að við erum ekki búin að segja hvað er að gerast. Svo getum við verið bara með línutekningu líka, það er bara eitthvað annað, ég man ekki, þarna, eins og við myndum vilja bara skrifa nafnið eitthvað með þessu, þá getum við fundið hérna canvas og þá sjáum við hérna er bara eitthvað basic example, bara mjög einfalt eins og ég er með,
en svo sjáum við hérna eitthvað meira, eins og hérna drawing shapes. Þá sjáum við hérna, ok, við erum að vinna út frá grind sem með 0,0 upp í efra vinstra horninu, sem ástæðan fyrir að kassin birtist hér, en ekki hér kassinu sem maður hefði haldið miðað við eðlilegt hnitakerfi. Og svo getur við segja, ok, hvað er ein unit, hún svona og þú veist, og hérna bara fullt af meiri skjölum. Þannig ykkar twist getur verið að skoða þessa skjölin í hálftíma og teikna eitthvað smá auka, eitthvað önnur form eða eitthvað. Já, hérna erum við með eitthvað þar sem við erum að taka eitthvað og þú veist, keyra eitthvað forrit sem að teiknar eitthvað. Þannig að þá er það ok, hvað ef við búum bara til fylltan rektangul hérna og ef við erum komin undir 8, þú veist, þá hættum við. En ef við höldum áfram, þá heldur hún ekkert áfram betur með. Já. Nei, þetta er hversu langt strikið er. Ok, svo breytir hún anglinu lengdina. Því það, þú veist, ég kem hérna niður, ég splitti 2. Ég kem niður, ég splitti aftur í 2. Ég kem niður, ég splitti aftur í 2. Og þú veist, hversu oft vil ég gera þetta? Og já, hérna er lengd. Það gerir svona. Þá gerist eitthvað, þetta var kannski full. Já, segjum kannski 180. Já, svo verður alveg bara eitthvað algjör steik hérna. Þú veist, þannig erum við bara að gera þetta endalaust, hún er alltaf bara eitthvað að fara inn í sjálf sig, en þú veist, við erum að búa til eitthvað form, þannig að verður eitthvað svona, þetta er svona eins og að vinna með fraktala, þú veist, við erum að búa til einhverja reglu sem síðan verður að einhverju, þú veist, emergent kerfi. Þannig þú veist, það er hægt að nota þetta til þess að teikna. Og ef þið hefur gaman á svona, þú veist, svona generative art, þá er til mál sem heitir processing, sem er svona JavaScript inspired, en er gert til þess að búa til svona alls konar svona, þú veist, eitthvað, skemmtilegt. Svo við viljum bara vera algjöru nördar, þá getum við fyrir að búa til eitthvað pie charts eða eitthvað svona, kannski ekki pie charts, það eru vest charts. Svo getum við gert hérna, og þá er þetta, þú veist, maður gera töluleik, þetta er úr hérna elegant JavaScript, og þannig er ég komið með einhvern gaur sem hleypur, þannig að ég myndi tengja handlumis við með því að setja event listener á lyklaborðið og ég íti á, þú veist, til hægri, að þá byrjar hann að hlaupa, eða hann snúið sér við og þá getur snúið sprætni við. Þá er þetta við erum með spilarinn hérna, það sem eru alla stöðunar og hann getur hoppað líka, nei, hann er bara að hlaupa, jú, hann getur hoppað eitthvað. Og það sem við erum að gera hér er bara að teikna myndina og fyrir hvern cycle, fyrir hvern ramma sem við erum að birta, þá erum við bara að taka offsetta inn í myndina nýja. Þannig að fyrsti rammi, þá er þetta hérna, dygg. Svo næsti rammi, þessi hérna. Þú veist, svona er í raun svona sprite-based gert í töluleikjum, eða var gert í mörgum töluleikjum sem eru svona 2D. Við erum bara með þetta svona, svo í staðan fyrir að, þú veist, láta eitthvað hreyfast á myndinni, þá teiknum við bara ógeðslega marga ramma og svo bara teiknum við á milli. Þetta er svo að við erum með svona flettibók og svo hreyfist bara þegar við erum að skipta mjög hratt á milli. Og við getum sjá hvað var þetta keyrir á 300 millisekundna, ef við fyrir niður í 100 millisekundur, og þá verður þetta meira svo eðlileg hreyfing, af því að við gerum þetta bara oftar. Og svo fyrir við ennþá lengra niður og þá erum svona að sé að taka eitthvað. Og svo viljum við hægja ennþá meira á honum, þá uppfærum við bara 1 ramma á sekundu og þá gerist þetta lötur hægt. Hún er í raun að teikna myndina og offsetta hana eftir þessum cycle. Þetta eru 8 cycles, þetta eru 8 stöður hérna. Eða við erum ekki að taka seinustu, við erum bara að taka hingað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fara hingað, já þetta er hopp og ekki hætta að hoppa, eða stendur kjur og er að hoppa. Og þá erum við að segja bara, ok, við byrjum með cycle 0 og svo segjum við bara set interval hérna sem hækkar þá á cycle 0 upp í cycle 1, 2, 3, 4 og svo ef við erum komin með modulus 8 sem þið eru að talan gengur upp í
8, þá fer hún í raun og rappast yfir í að fer aftur 1, 2, 3, þannig að þetta alltaf bara 1 til 8, 1 til 8, 1 til 8, 1 til 8 og við teiknum hana sem bara sprite width sem þá í raun 48 pixlar þannig að við stækkum þetta yfir eitthvað sem meikar ekki sens og þá allt í einu fáum við að sjá, þú veist, nú erum við að offsetta vittlust inn í næstu mynd. Þannig að núna sjáum við í raun, þú veist, þetta bara svona, þetta ekkert magic, þetta bara, þú veist, svona sniðugt hack. En þú gerir breytina alveg að heilsta myndin? Sjá, þá er spurning hvað hún stór. 480x60. Já, það rétt. Já, það hæðin, en það náttúrulega, já, þú veist, ef við gerum það, þá náttúrulega verður hún eitthvað, þú veist, nú fer hún bara inn í, það ekkert, hún bara búin að teikna, hún bara overflowa myndina, þú veist, og hérna, og þá verður hún bara partur af henni, það var kannski betra ef þetta væri gerist aðeins hraðar, kannski alveg svona hratt, svona, þú veist, þannig að þetta bara virka bara að þetta akkurat rétt utanum myndina. Og ég held mér að þú veist fólk sem að búa til svona pixel art það oft, þú veist, hægt að sækja svona pixel set þar sem þú getur bæði fengið hús eða þú veist, jörð og eitthvað svona, þú veist, og svo getur maður bara hægt og út frá þessu búið til leik, þú veist, það er raun tæknilega sér búin að sjá allt sem þarf til að búa til eitthvað svona 2D-plattformur. Það var hérna í töluleikjaforritun, var það náttúrulega verkefnið að búa til leik sem var bara forritaður í Canvas með JavaScript. En ég veit nú reyndar ekki alveg stöðun á því, hvort það verður kenndur aftur. Nei, ég ætla nú ekki að loka þessu öllu. Svo, þú veist, þetta er Canvas að teikna í tvívíðu konteksti. Svo getum við farið í þrívítt og þá getum við tekið hérna WebGL og þá erum við bara, þú veist, þetta er bara programmatically að teikna fyrir þrívíðan kassa og snúanum og þetta er náttúrulega hérna WebGL alveg mjög mikið sem þarf að gera. Við þurfum að búa til, þú veist, fylki fyrir þetta, við þurfum að senda fylkin inn í, þetta er bara línuleg algebra og fullt af einhverjum, hérna þetta notar OpenGL í grunninn en kallast WebGL og einhver búinn að taka tölvugrafík hjá Hjálmtý, þá er hann í raun að kenna þetta, sem sagt, að búa til hluti í þrívíðu rúmi með OpenGL með því að nota WebGL og þetta er allt rosalega mikið vesen eitthvað, þú veist, þú ert að vita hvar augað miðað við þetta og þú ert að vera með þetta langt frá, svo hvað þú ætlar að hreyfa þig og eitthvað svona og eins og sjáu, þú veist, þetta er bara til þess að teikna kassa sem að snýst á skjánum, þú veist, næstu í 400 línur, þannig svona rosalega mikið af svona boilerplate, svona, já, ég þarf að setja þetta upp svona. Og svo er náttúrulega líka, ef að þið hafi áhuga á þessu, þá er hérna verið að skrifa svona shader. Þá getum við farið á shader, hvað play, ég man aldrei, Google er líklega til að finna þetta. Jú, nei, það er ekki þetta, shader toy heitir það. Shaderar eru sem sagt þrívíta forritunarmál og hérna er fólk sem sagt að skrifa hluti með shaderum, þetta er svona C-inspired forritunarmál sem er í raun það sem að gerir allt í þrívítinni, þú veist, performant og hérna, þú veist, svona töff og þannig getum við í raun tekið eitthvað svona, importað því inn í JavaScript forritið okkar og látið þetta vera eitthvað sem við getum, þú veist, hlaupið eftir eitthvað, I don't know. En svona náttúrulega alveg eins og þú veist, þetta er bara eitthvað sem er búið til algjörlega bara út frá veist, fyrstu prinsipum sem eru hérna vefstælarnir, að þá eru til svona hérna svona pakkar eða hlutir ofan á þetta, eins og til dæmis 3JS
og þá erum við hérna með einhvern kassa og nú getur mér þess að vera með svona orbital control sem því að ég get zoomað með inn og út á heiminum og sett svo texture á hlutin og þá það hérna þá verður það allir bara eitthvað að importa módulnum, importa þessum orbit controls og keyra eitthvað init og animate þetta og þetta í 70 línum að kóða, ekki einu sinni það, þetta í 40 línum að kóða og þá get ég tekið hérna og eitthvað sem væri miklu lengur gert ef við værum að gera það í gegnum hérna WebGL API-in og þannig bara loadum við einhverju úr GIF-skrá inn í texture loader og notum það síðan í materialin okkar og þá fáum við eitthvað sem kallað NES sem þetta sem við erum að vinna með og þannig getum við líka verið með hversu mikið kastar að ljósi frá sér og hversu mikið farið að gera skemmtilegt. Já, þannig að það eru þessi dæmi, það eru dæmi sem við erum með hérna og þið getið prófað eitthvað hérna þetta, ég hvort það sé eitthvað dæmi þetta ef þið eru með fjastringu og viljið prófa tengjana það gildir alveg, jafnvel þó það virki ekki þá segir bara eitthvað, hei, ég reyndi að tengja þetta hérna er einhver kóði, hann virkaði ekki en I don't know og kannski virkaði hjá þér eða eitthvað annað og þá getið þið fundið dæmi þarna eða síðan bara farið og googlað how to use eitthvað Hvernig líst ykkur það? Aðeins að leika eitthvað svona ef þið hafið tíma og athygli til í seinasta verkefni. Og þetta getur bara verið bókstaflega það að taka canvas-dæmið og innverta litunum og tekna 3 formi viðbót eða eitthvað, í sinni einföldustu mynd. Þetta svona meira aðeins að sýna ykkur, nú erum við komið með þessi building block sem við þurfum til að smíða vefi, sem eru bara HTML, CSS og JavaScript. Og nú getum við farið að nota það til þess að búa til bara það sem okkur langar. Já. Já, þetta verkefni sem er 50 næstu viku. Ég á eftir að laga skilatíman að því. Það ennþá. Já, svo ef ykkur finnst þetta skemmtilegt, þá náttúrulega förum við í Webfortran 2 aðeins byrjum við að fara bak við tjöldin í bakendan. Það sem hvað gerist þegar við erum með vef þjón sem skilar okkur einhverju efni sem þá í hugsanlega að búa til vefþjónustur eins og þessi open library þjónustu eða eitthvað svoleiðis eða bara vefþjónustur sem eru notaðar af appum eða eitthvað svoleiðis og förum síðan í að nota React til þess að búa til þá vefforrit í gegnum það og skoðum þá enn frekar hvernig er súpæling og hérna hvað í boði þar og notum hluti eins og Next.js sem er svona framework ofan á React sem til þess að búa til vefi og þá það allir þetta langvinsælasta frameworkið á Íslandi í dag og þetta nota React en gefur okkur fullt af svona bara nice scaffolding fyrir þetta og leyfir okkur að vera með routing þannig að við getum bara búið til heilan vef eins og ekkert séð. En eins og ég sagði þann, þá hérna svelt líka eitthvað sem mjög spennandi sjálfum að þetta að taka hugmyndina úr React þegar ef við förum á opnum einhvern vef sem í React þá erum við bara að sækja 800 kilobyte af JavaScripti það bara eitthvað, hér allir vefiðinn bæði sem HTML og CSS og sem JavaScript og það mjög hægt að meðan svelt tekur svona pælinguna hvað við bara búum til compiler sem compiler í burtu öllu JavaScriptinu sem þú þarft ekki þannig að þú skrifa bara eitthvað forrit í svona nice viðmóti og svo bara compiler sem bara býr til eins lítið og hægt og shippar eins litlu og hægt til clientsins og það þetta og þá þetta kannski svona smá eitthvað sem við getum alveg skilið svo getum við farið hérna þá þetta allt bara saman og þá sjáum við hérna eitthvað nested og þá það eitthvað hér og þá það ekki að taka við CSS-inu frá hinu þannig að þetta er leið til þess að isolata CSS með við hvað við erum að vinna með og ef við skoðum hérna þá sjáum við það verið að gera eitthvað hérna eitthvað element
hvað er þetta element? Jú, það kemur þessu hérna, þetta er eitthvað sem hjálpar til þess að búa til element, eins og við höfum verið að gera. Text content, þetta er bara að nota þessar aðferðir sem við erum búin að nota, nema bara að gera þær svona eins litlar og hægt er. Svo alveg yfir í það að vera með eitthvað hérna, þar sem að við erum með eitthvað sem getur klikkað. Þá er þetta mjög lítill kóði þannig séð, en aftur, ef við förum að skoðum hvað þetta kompælast í, þá kompælast þetta í aðeins meira. Og þá sjáum við hérna, einhvers staðar ætti að vera eitthvað hérna, handle klikk og veit nú ekki hvað það er, en einhvers staðar baka tjöldin er verið að setja bara event listener og transitions, og þá erum við kannski komin yfir í að vera ok, hérna erum við með eitthvað SVG og þetta, teiknar SVG eftir pathanum og þá er það eitthvað hérna og þá erum við inn í SVG pathinum að breyta því hvernig hann teiknast út. Þannig eins og ég sagði, við getum tekið SVG eins og við erum búin að vera aðeins að fikta með og trýta hann eins og kóða. Þannig að þetta eru hlutir sem við skoðum meira í Webfortran 2 en með þessu þá er núna bara Webfortran 1 efninu lokið og við tekur í raun bara upprifun í næsta tíma. Það sem ég fer bara aðeins high level yfir hvað við erum búin að fara yfir, tengt því síðan listi sem er til grundvallar lokaprófs og síðan förum við lokaprófi frá því fyrra og ég sýni ykkur kannski bara, ég var búin að sýna ykkur aðeins, sýna ykkur aftur bara inn í Uglu hvað ég geti séð síðan öll gömlu lokaprófin frá mér og svo í framhaldinu ef þið hafa einhverjar spurningar, aðstoða eitthvað þá verið hérna í næstu viku og svo líka seinasta tíman sem að verður þá í raun bara frjálstími. Ég mæti, er ekki með neitt nema þið viljið eitthvað sérstakt, þá getið spurt mig um það í næsta tíma, ég get undirbúið eitthvað eða bara ég mæti og við bara gerum eitthvað, kannski ekki neitt. Ok, það var bara gott dag.